Komið sæl, Anna Helga heiti ég og nú ætla ég að fjalla skýrslugerð í R og hvernig við notum NITR pakkan til þess að útbúa fallegar skýrslur á auðveldan hátt. En hingað til þá höfum við framkvæmt tölfræði úrvinnslu með því að skrifa skipanir í þessar skipanaskrár sem fá endingana .r. En ef við þurfum að skila ykkur af okkur eins og ykkur skýrslu eða grein í tímarit eða hvað nú að þá skilum við að sjálfsögðu ekki af okkur skipanaskrá, heldur þurfum við að skrifa upp ykkur skýrslu eða hvað nú og ef við vinnum svona í skipanaskrá þá þurfum við að færa greiningun okkar inn í hvað nú sem við notum til þess að útbúa skýrslur, Word eða LibreOffice eða einhvers konar töflureikni fyrir geðu svona ritvinnsluforrit eða jafnvel LaTeX fyrir ykkur sem þekkja það. Og í því felst þá að klippa einhverja niðurstöður úr R, koma því inn í skýrsluna og búa til myndir, líma myndirnar inn í skýrsluna, allskyns töflur og hvað veit ég. Og það nú alls ekkert ólíklegt að eitthvað fari úrskeiðis í svoleiðis ferli. En þessi pakki NITR gefur okkur kleift að prjóna saman venjulegan texta, fallegar jöfnur sem eru útbúnar í LaTeX og svo R-kóða sem við keyrum og fáum bara úttakið inn í skýrsluna beint, hvort að úttakið sé tafla eða einhver útreikningar eða einhverja myndir, og þetta gerum við allt í sama skjalinu. Og þannig að greiningin sem við erum að framkvæma, hún flettast bara fallega inn í textan og við þurfum ekkert að afrita og líma úr R og yfir í eitthvað annað forrit. En annar kostur og alls ekki minni heldur en þessi að við þurfum ekkert að klippa og líma að öll greining uppfærist sjálfkrafa þó svo að gögnin sem við notumst við hafa breyst. Hugsum okkur aðeins gamla vinnulagið að við höfum unnið alla greiningu í skipanaskrá í R og skrifað skýrslu í segjum bara LibreOffice, einhverjum svona ritli og allt saman tilbúið, alla myndir, alla töflur, alla niðurstöðu tilbúnar, en svo fáum við hendurnar frá yfirmann okkar mögulega að það eru komin meiri gögn í hús, sem sagt 100 gagnapunktar í viðbót og þá á að hafa þá með inn í greiningunni. Þá þurftum við uppfæra að búa til alla myndir upp á nýtt, við þurftum að búa til alla töflur upp á nýtt og færa inn í skýrsluna, uppfæra alla útreikninga og það getur verið gríðarleg vinna. En ef við vinnum þetta svona í einu og sama skjalinu og notum NITR, þá það eina sem við þurfum að breyta með því að fá þarna stærri gagnatöflu inn nafnið á gagnatöflunni. Eða read delim skipunin okkar eða hvaða skipun það sem við notum til að lesa inn gögnin, bara nafnið á þeirri skrá sem við lesum inn. Allt uppfærist, alla töflur, alla myndir og við þurfum ekki að gera neitt. Og það náttúrulega algjörlega brilljandi. En þið þurfum að hlaða pakkan minn með install packages, NITR, og ef þið lendið í einhverjum vandræðum þá líklegt að þið séð ekki með nýjustu útgáfa á R eða RStudio og þá þurfum við hreinlega að uppfæra R ykkar eða RStudio. Og höfundur pakkans heldur út þessari síðu hér, svo þið getið alltaf fylgst með einhverjum nýjungum og lesa meir pakkan þar. Nú, það fer eftir því hvaða tæki og tól við viljum nota við svona umbrot á textanum og á hvaða sniði við kjósum að fá skýrslun okkar, hvort við viljum fá PDF-skjal eða viljum við fá DocX, það einhvers konar Word-skjal eða mögulega HTML. Það fer eftir því að hvaða gerð skjali sem við vinnum inn í R verður. Og ég ætla að taka það fram hérna að þegar við erum að vinna í Word eða LibreOffice eða einhverju slíku að þá höfum við bara skjal fyrir framan okkur og við skrifum bara í skjalið og við setjum inn myndir og við tölum svona, þá tala what you see is what you get, þannig að við bara erum að púsla saman skjalinu og þetta skjalið sem afurðin, sem skýrslan. Þetta ekki svoleiðis þegar við erum að vinna í NITR og vinnum annarkvort í svokallum RMD-skrám eða RM2-skrám, ég fer í það eftir hvað á við,
að þá vinnum við í ykkur skjali, segjum svona RMD skjali, þar sem við erum að skrifa texta, skipanir, jöfnur. Svo keyrum við skjalið í rauninni eins og við erum að keyra R-skipanir og úr verður einhver afurð sem er skýrslan okkar. Þannig að skjalið sem við skrifum í er ekki skýrslan sjálf, heldur að það verður til skjal út frá því skjalið sem við skrifum í. Og þetta skjal sem verður til getur verið PDF formi, einhverju svona Word formi eða HTML formi. En við skrifum í annarkvort RMD skrá eða RM2 skrá. Vinnulagið er svipað hvort sem við erum að vinna í RMD skrá eða RM2 skrá og aftur í sýningur eftir hver munurinn þar á. En skjalið okkar mun samanstanda af einhverjum haus sem við kallum preambúl. Svo er einhver texti og R-klumpur og einhverjar fallegar jöfnur sem við getum nota LaTeX til að skrifa. R-kóðinn sem viljum að sé keyrður þar sem greiningin okkar er framkvæmt, hún þarf að vera í svokallum R-klumpum eða R-chunks í skjalinu okkar. Annars er litið hans að venjulegan texta og greiningin er ekki keyrð. Það er líka hægt að lauma R-kóða svona inn í textan í sýningu þá eftir. En hvernig er staðið að þessu fyrir eftir hvað sniði valið, hvort að við séum hérna í RMD skrá eða RM2 skrá.